Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ertu þú sjálfur? Við erum bara virkilega ánægðir með frábæra sigur. Það ber saman þennan titil og titilinn 2011, hver er munurinn? Deildin hafi verið svona, það voru fleiri sterkari lið í deildinni. Það voru Breiðablik, FH Stjarnan, gríðarlega sterk, Valsmenn og Eyjamenn hafa líka verið sterkir og það hefur ekki verið auðvelt að innbyrða sigur að marga þessum sigurum en við höfum kannski gert fæstu feilana í sumar og stöndum upp sigur þrátt fyrir það síðan þá 2 fyrir eftir og það finnst mér vera gríðarlega sterkt. Hvað er leikinn í dag? Við vorum betri í fyrri hálfleik, 2-0 yfir og áttum aldrei að hleypa þeim inn í leikinn. Það var sem skóri skyndisókn sem við bjóðum upp á og ég var virkilega ósáttur við það því að í stöðum 2-0 þá eigum við bara að bíða róleginn tilbaka og halda boltanum og láta koma fram á völlinn að reyna að vinna hann því að þeir byggðu bara miðlíninn eftir okkur. Þannig að svona var ósáttur að vera bara minnst 2-1 stöð í hálfleik. Ég hefði hafa stöðuna 2-0 og aðeins lengur. Það setti smá pressa á okkur, Valsmenn voru miklu betri en við í síðari hálfleik og héldu boltanum vel og opnuðu okkur kannski ekkert rosalega mikið með dauðafærum en það var mikið af fyrirgjöfum og þeir áttu ykkur skotfæri og annað. Hannes greip mjög vel inn í marga fyrirgjöfur, hirti þær og við kannski, það var ekkert stór hætta á færum, við áttum líka okkar ágætisfæri hérna. Töpuðu síðasta leiknum þá móti Blikum, var kannski komið eitthvað smá undir meðvitundina, þeir getur kannski klúrað þessu á lokasprettinum? Það gerir það er ekkert auðvelt að vita það, þú hefur 4 leiki til að klára mót og þarf bara 2 stig það þarf að klára þessa leiki, þú þarf að fara að spila það og ég held að svona kannski smá værukærð og það er auðvelt að segja já við klikkum núna þá tökum við það næst en ef þú klikkar einu sinni eins og við gerðum á móti Blikunum þá kemur aðeins meira stress í þennan leik sem var undir niðri held ég en að því að við skorum snemma og komum okkur í góða stöðu þá held ég losnaði þessu en það hefði ekki verið gaman að tapa hér í dag og eiga ennþá eftir að vinna ná í þessu stíl. Ef þú horfir tilbaka Rúnar í sumarið, hvar finnst þessi titill vinnast? Er einhver einn ákveðin leikur, eitthvað á moment, einhver varsla? Hvað svona, kannski er það spurning akkurat núna en samt, er eitthvað sem stendur sérstaklega upp? Nei, það er kannski fyrsti leikur í deildinni heima á móti Stjörnunni, gríðarlega mikilvægur. Lið sem við vissum að erði í baráttu kannski með okkur á toppnum. Það var svona sálrænt mjög sterkt fyrir okkur að vinna á heimavelli í staðinn fyrir að kannski að lenda undir og tapa og þurfa þá að í rauninni að eiga heimtingu á stigum í næstu leikum þar á eftir þannig að það gaf okkur smá ró. Svo er FH-leikurinn heima gríðarlega mikilvægur en við erum 2 stigum eftir þeim fyrir þann leik þó við eigum 2 leiki inni og sá leikur hefði tapast og hefði við 5 stigum eftir þeim 2 leiki inni og þurft að vinna þessa 2 leiki sem við áttum inni og það er alltaf erfitt að elta það en það er kannski þessi 2 leikir í sumar sem voru mjög mikilvægir að vinna. Held ég að þetta eru jafnmörg stig núna og árið 2009 búin að jafna stigafjölda, eigið 2 leiki eftir og hljótið að vilja klára þetta bara og bæta stigafjölda? Já, engin spurning. Við viljum bara fá fleiri stig, komast komast upp fyrir 50 stigin og þá verðum við bara að reyna að vinna einni viðbót eða ná í 2 jafntefli og þá kannski er það möguleiki en ég meina við höfum bara farið næsta leik upp á Akranesi og reyna bara að spila góðan fótbolta og reyna að njóta þess að spila fótbolta og gera vel því að það væri búið leiðilegt að enda þetta mót á einhverjum öðrum nótum en sigurum og það er bara þannig sem við hugsum, við viljum vinna alla leiki.